Sigga að updata by the way, hún á leiðinni. Evito. Já, verið velkomin í útsendingu. Það já, nú erum við komin í síðasta leik fyrir playoffs. Þannig að síðasta svona seeding leik. Þannig að það er ekki lið sem að detta úr núna, en við erum að fara í Clutch e-sport á móti Broflakes. Ég með Mari hérna, Peru Nokko. Sæl og blessuð. Takk fyrir að redda mér sem stendin. Já, minnsta mál. Og ég kom síðan seint inn fyrir Jón. Því að Jón þurfti að fara og leysa cookie af. Já. Þetta er þvílík kringekja. Ég elska það líka, ég veit það. Nei, þetta er smá hrátt stream hjá okkur. Eins og ég sjáu þá erum við á Való Ísland í dag og við erum ekki með kamerur, en það er kannski ekki það sem skiptir öllu máli. Við þurfum bara að geta horft á leikinn og eins og segi, Clutch e-sport á móti Broflakes og það bara fara hratt yfir line-upin í Clutch. Það var það Waffle, síðan er það Kate, Becca eða það er þá Edna Engilbert, Jenny og svo Kajeka. Síðan hinum megin hjá Broflakes þar er Sod, Bakamura, Snowpool, Fast and Curious og Pikachu. Það já, þetta við vorum að tala aðeins hvernig leikurinn svona ætti að fara á undan áður en að við fórum í útsendingu og við svona eiginlega spáum bæði að Clutch taki þetta. Svona
ef maður fer eftir síðustu leiki sem hafa verið spilað frá þessum, en eins og við sáum í síðustu útsendingu, eða þar síðustu ef ég hef rétt verið með fyrir ekki, þá sáum við að það getur hvað sem gerst, þó að Krafla séu favorites að þá þýðir það ekki að það sigri endilega, þannig að það getur allt gerst. Sannarlega. Sín samt vera einhver töf, mögulega einhverja liðsbreytingar. Ok, verið að Ekki svappa alveg leikmönnum út, möguleiki. Ég meina það þá leifilegt, þá eru þau að tala væntanlega við okkar admina sem eru á standby. En ekkert af því, herðu, ég kannski spyrir þig og ég veit ekki hvort að þú hafið á reynu, en hefur eitthvað svona möpp sem að þetta dettur í hug að verði pikkuð? Veistu, já. Ég þekki nú ekki alveg vel til Clutch, en Nei. eins og við skoðum bara mögulega síðustu leiki, þá spiluðu þær einmitt Lotus á móti Kröflu. Jú. Man nú ekki alveg hvort það var það hafi verið Það var þeirra mapping. Já, Bind? Bind líka. Líka, já, og þar sáu klippuna þarna hjá henni, var það ekki Pikachu? Pikachu, já, með hnífana. Og nýmurinn annað. Ég held að það verði svona skemmtileg leikur. Ég held að Brofleik sé ekkert að taka sér of alvarlega sem að, ég meina það heldur ekki illa, bara ekki að taka sér sjálfum of alvarlega. Já, nei, einmitt, ég þekki til stelpnanna einmitt í Brofleiks og ég fer frá þeim, þær eru mest megni bara að reyna að skemmta sér. Það líka oft, sko, og þú veist, þetta eitthvað sem ég segi oft við liðið mitt, sko, þú veist, til hvers erum við að spila þetta ef maður getur ekki haft eitthvað gaman að þessu. Já, nákvæmlega. Og ég held að það sé bara með það recipe og þetta virkar líka þannig lið og ég ekkert að segja að Clutch séu bara sjáu rautt og ætli bara hangast við Brofleiks en væntanlega alveg í góðu skapi sömulegis þar. Já, nákvæmlega. En eins og segi þá eru einhver töf og ég veit ekki hvort að við þurfum eitthvað að stoppa þetta fyrirfram eða fyrir það eða hvort að þau sé að gera fljót leikmannaskipti hérna. Já. En já, möppin eins og segi þá var það Bind þarna og Lotus sem að Já. Það er minnst var mappikinn hjá Clutch Lotus og svo einmitt í seríunni hjá Brofleiks á móti Valkyrjum þá valdi Brofleiks Fracture. Þannig, já, þau tóku Fracture. Já, þannig hvort að við sjáum mögulega þessum upp aftur stóra spurningin eða hvort þau fara að frá einhver önnum sem við ekki séður. Og er að reyna að klikka með á þetta hérna inn á síðunni, Challenge Mode, þetta er í uppáldi. Þetta er svaka síða. Til að taka annað fram á eftir, að sko, nú er ég kveifar, ég ætla bara að brjóta það nýs. Ég er mjög kveifar hérna heima á mér og það mun koma til með að ég verði mjútaðir og snýta mér og eitthvað svona fönner í. Já. Nú ætla ég að henda upp prediction, mun ég gleyma ít og mjútakan eitthvað tíman? Ég held það. Eða þú gleymir að unmjúta þig. Greið, þá hverfa allir á streaminu, sko. Já, eða gleyma að unmjúta mig. Mér finnst það líklegra. Að þú gleymir að unmjúta þig frekar en að mjúta þig. Reyndar, ég er líklegri til að passa það að ég íti á mjútakan áður en ég fer að blása hérna. En svona fljótu bræða þá sé ég ekki alveg hvort að hérna aðilarnir séu ready, sýnist ekki og það þarf þá að breyta leik. Ég heldur verðum eiginlega bara að taka stutta pási, ég veit ekkert hversu, ég meina við getum talað endalaust hérna en sagt hellingin, sagt ekki neitt. Nákvæmlega. Ég held við séum bara að bíða eftir leiknum og við veitum að kannski þið nenni ekkert endilega hlusta á okkur því stríminu, þið vilja líka bara horfa á leikinn, þannig að það er kannski spurning hvort við tökum bara stutta pásu. Já, mér sýnist það. Koma aftur á eftir. Aja, segjum það bara, Jón, þú bara reynir að finna út úr þessu strími og hvernig, já, klötsar þig einhvern veginn, mjútar okkur einhvern veginn. Þá get ég bara að blása á meðan. Nei, segjum það, við komum aftur eftir smástund, bara ætti ekki að vera langt.
Heyrðu, Bara bing. velkomin aftur. Hafa verið smá leikmannaskipti hjá Klöts. Jenny fer út og Claudia kemur inn. Kannski smá kunnulegt nafn. Jenny fer út. Jenny er á sein. Jenny, já, hún átt að koma, hefur greinilega ekki komist og Claudia fengið inn í staðinn. Íður henni svaka refsing. Nei, ég er ekki næst. Örugglega ekkert. Nei. Fólk er að vinna og þarf að Gera sinna alls svona hluti. Já. En Claudia kemur til bjargar og það er ekki fyrsta skipti, þannig að Svo sannarlega ekki. hún hefur alveg verið helviti sterkur leikmaður bara, hjá ATX í fyrra. Já, mín kona. Þín kona. Og Mín kona, sko. þarna erum við að sjá, hún er að komist það fyrir Jenny, þannig að Klöts fyrir þá, við fórum yfir line-up á hann, það var Waffly, ég ætla bara að reyna snöggast yfir það, Waffly, Kate, Edna, Engilbert, þá Claudia og Kajeka núna. Já, það passar. Line-up breytist ekkert hjá Broflex, það er sama góða gengið, Sot Bakamura, Snowpool, Fast and Curious og Pikachu. Nú ættu allir leikmenn að vera svona nokkur reddi og við erum bara að fara að hoppa beint í leið og við getum. En vítóið er sennilega ekki komið í gang. Það er náttúrulega annað. Nú veit ég ekki hvort að fólk þarf að vító upp á nýtt. Ég ætla að kíkja snöggast á það. Hérna komið game. Herru, ég er rétt næ þessu. Það er þá búið að banna, Klöts banna Split. Svo banna Broflex Pearl. Já. Síðan kemur pikkið frá Klöts og það er bæn. Ég veit að Broflex eru ekki að hata það, þau voru í þessu síðast. Já, og Broflex pikkið þarna sitt map Fraxure. Fraxure, klassískt. Stóðu sem mjög vel á móti Valkyrjum á því mappi. Smá hissa að Klöts velja bænd með að þeim gekk ekki jafn vel á móti Kröflu á því mappi seinast. En allt getur gerst, allt getur breyst. Það er líka pikka defender site á anstæðingsmappi, þannig að það er svona, má segja hefð bara. Já, þægilegra helmingurinn að byrja á vanlega. Eftir standa Lotus Haven og Ascent, Lotus búið að banna og það er Klöts sem að sjá það, vilja ekki mæta Broflex þar, vitandi það er ekki mesta mappið þeirra. Eftir þá Haven og Ascent, hvort eru á frí? Broflex banna Haven og þá er það Ascent sem þriðja mapp. Það er eiginlega svolítið svona geggja third map, sko. Já. Ascent er svolítið svona Inferno í Valo, myndi ég segja. Já, Ascent er klassískt. Algjörlega, líka búið að vera gett lengi. Það er ekki búið að breyta Ascent rosalega mikið frá grunni, þannig að Nei, svona miðað við allar breytinguna sem búin að vera eiga sér stað, þá hefur Ascent bara verið staðið sínu. Já, en fyrsta mapp allavega, það er bænd er nú nýbúið að fá breytingu. Já. Ég veit, sko, ég er búin að spila bænd kannski 2 sinnum. Eftir að því var breytt og ég man ekki eftir neinu öðru heldur en Showers, þar sem er búið að færa teleportið og bæði líka búið að víkka aðeins innganginn inn á A-site. Þú veist hvað ég meina, hurðarnar aðeins breiðari eitthvað. Já, þannig hjá Showers nákvæmlega. Og svo sömulegis með kassana þar sem að er svona default plantið eða hitt defaultið fyrir eftir hvort þú koma að sjá þessi ekki. Það er aðeins búið að breyta þar. Já, þú veist, það er búið að bæta það er búið að bæta við litlum kassa þannig að í horniðurinni fyrir neðan Heaven, þannig á A. Já. Já, og svo er búin að minnka hann, þú ert að koma út úr CT, það var alltaf svona smá skáveggur það er búið að fjarlæga hann. Já, það er reyndar, ég man eftir því þegar ég var einmitt að hlaupa fyrst inn á A-sætið, hvað það var þægilegt að þurfa ekki að horfa í 3 áttir í einu. Nákvæmlega. Það var rosalega algengt að aðeinar fóru þarna í hotnið. Þú getur ennþá gert það. Þú getur ennþá farið í þetta hot, en það er ekki eins mikið svona hard clear og það var. Já, nákvæmlega. En já, ég held að helstu breytinguna voru einmitt bara á A-site. Það er svona aðeins búið að stækka CT-hurðina, og jú, það er búið að bæta við glugga í elbow í B. Í rauninni frá site. Býttu,
Þannig ef þú lappar inn, þú veist, elbow þannig að backside og B. Já. Það er svona lítill gluggi, við sjáum hann kannski á eftir. Þannig að þú getur hendur okkar flössum og augu, feitauga og eitthvað alls konar þar í gegn. Já, svona ofanfrá eitthvað þannig. Já, það er bara svona... Ég var ekki búinn að sjá það. Já, það er svona lítið bara efst á veggnum í rauninni. Fáum við að sjá þetta gap verður notað eftir. Alright. Herðu, ok. Það ég allavega eins og segi, ég var ekki búinn að sjá það. Ég held að, er það eina? Erum við að gleyma ykkur nú? Er að reyna að renna appið svona í hausnum á mér? Þannig að ég held að það sé svona helstu breytingarnar. Ég man að mér ekki eftir einhvern neinum öðrum breytingum. En ég hef sjálf ekkert spilað þetta mapp eitthvað brjálæslega mikið síðan það kom út. Fracture er ennþá sama gamla hundleiðilega mappið, þarna tala ég sjálfur. Ég hef aldrei verið Fracture fan. Ég fíla Fracture. Já, það verðist vera allir, þetta er bara ég stend einn að ná og ég ætla að deyja á þessu hilli, sko. Nei, ég fílaði ekki Fracture fyrst þegar kom, en svo bara meira sem ég spilaði það, þá byrjaði ég að fíla það meira og meira. Ég held að sé bara vinnreitið mitt í Fracture er bara... svona mappi sem þú vinnur ekki á. Þetta er bara mapp sem að ég er farin að grenja áður en að ég reyni, sko. Já. Ástæða fyrir að ég er ekki að keppa í úrvalsdeildinni, ég hef ekkert að gera þar. Ég væri bara búinn að hringja valjubílinn. Það er bara alveg eins, eins og segja maður, hann voru alveg lítið búið að breyta því frá grunni. Herðu, já, við þurfum að taka aðeins lengri pásu í viðbót, en þá einhverjar tæknilegir örðuleikar. Ég næ ekki að renna yfir það snöggvast hérna, en stuttpása í viðbót og við komum aftur eftir vonandi sem fyrst, þannig að sjáumst eftir smá.
Jæja. Og velkomin aftur. Jæja, Mari, þá þessi bið vonandi búin. Já, þetta virðist alltaf að fara í gang núna. Ég ætla bara að kála það. Þetta búið, Já. það allir klárir. Ég ætla bara að segja það núna. Observer, íttu á start. Ég ætla bara beint inn í leik, ekkert við þessinn. Það bind fyrsta mappið. Þetta var Clutch sem að pikkaði það, er það ekki rétt? Jú, passar. Og það þýðir að þær byrja á Defenders hjá Broflex og hérna Bara, line-upið. Heyrðu, Cloudy á Raze, þetta eitthvað sem ég fíla. Ég hef ekki séð þetta lengi. Annað, þær voru með fljótar að pikka, þannig að það hefur verið eitthvað plan hjá þeim eða ekkert, það bæði getur verið, en hérna, allavega fljótar að pikka og það þetta 2 controllerar, segi ég strax. Já, það samt heldur alveg búið að vera mjög mikið spilað, með Viper og Brimstone saman á Bind. Já, ok, Ég hef séð það, í öllum þessu bara VCTs. Já, ég náttúrulega, sko, ég spila ekkert á þessu leveli, sko. Ég bara, veistu, oftar en ekki að spila á Smurf. Já, ég viðurkenni það, en ég meina, gerum það ekki öll. Bara til að spila með vinum. Já. Ég þekki þetta bara ekki, sko. En ég reyndar tók eftir einu daginn. Það rosalega algengt svona að djóka með að pikka 5 duelista til að hafa allir prófa einu sinni tvisvar. Ég fekk þess að frábæra hugmynd einhvern tímann daginn. Þetta var í Brís, þetta svolítið síðan. Að pikka allir 5 controllera. Það svo skemmtilegt. Það ekki bara ógeðslega skemmtilegt, heldur, það stór hættulegt line-up. Já, ég hef gert það í Swiftplay. Það var draumurinn. Þú með allt, þú alveg með flush, og þú með mollana, þú með, þú með allt á öllu kontrollerum, þeir hafa allir eitthvað, og
Já, og svo náttúrulega bara, það eru kontrólerar sem eru svona, ekki, ég ætla ekki að segja duelistar, en þú veist, geta verið ákveð sterkir. Omen, svona fyrst sem þetta fyrir hug, hann er rosalega stórhættilegur, blindar. Já, en heyrðu, ef við kannski skoða aðeins line-upin hjá þessum liðum. Já, ég fór bara yfir eitt lið. Já, Clutch hérna, það er einmitt Kate á Brimstone, Kæka á Viper, Edna á Killjoy, Claudia á Raze, eins og ég nefndi áður, og Waffly á Jett. Það eru tveir duelistar þarna. Tveir duelistar og tveir controller. Þínum meginn, náðu ekki að sjá það, pisturóndi, já, viljum frekar sjá það heldur en að tala um þetta, við klárum það eftir. Já, sjáum hérna, ætla bara að keyra inn á æð, bara smókunni kom niður, Claudia með Pikachu, með Neitinu, Waffly og Bakamura, mögulega fara að mætast, Edna með Snowpool, Waffly með Bakamura í leiðinni, þetta er Fast and Curious og Sod, 2 eftir á 5, Claudia samt lág, en postplant staða. Mjög erfitt. Já, Edna með Fast and Curious. Svo með Claudiu, en er treytuð á Waffly. Og fyrsta rándið. Ná alltaf að taka einnana, Waffly afsakið fór mjög snemma inn að það og bara byrja þetta á sterkum nótum. Og þau kaupaði kjölfærið, það er bara 4 spektrur og 1, bulldog. Já, en já, klárum núna kannski að skoða line-upið hjá Broflex mitt. Já, einmitt. Hérna, Sod á Killjoy, Snowpool á Reynu, Fast and Curious á Raze, Bakamura á Brimstone og Pikachu á Sky. Þetta er líka 2 duelistar þarna og það er ekkert rosalega mikið breytt nema bara þau eru með Sky og, var ég búinn að horfa á þetta? Sky og Reynu, staðið fyrir þá Viper og Jett. Já, Viper og Jett. Þannig að line-upin eru ekkert allt of ólík. Nei. Sjáum virðast ætla að kíkja á A eða eitthvað, en samt með 2 fyrir utan B-ið. Sjáum Fast and Curious strax byrjuð að róta þetta yfir og svo 1 eftir á B-inu. Heyrðu, Snowpool með Kate, Claudia komin inn, tekur 3, áður en Bakamura nær henni. 2 á 3, strax samt mjög gott eco-round fyrir Broflex. Þetta var svakalegt. Heldur spreyri bara inni og nær 3. Þetta er svakaleg. Gæla. Edna með Bakamura og Waffly með Sod. Áttu alltaf að vinna þetta ránd. Þetta var fullt sparaðna hjá Broflex, þannig að maður skilur það. Já, þú veist, að ná 2 sem mjög gott fyrir þær samt sem aður. Jú, akkurat. Núna er þá fyrsta fulla kaupið hjá Broflex, eða fulla kaupið segi ég, reyndar lítið armor hérna á meira en helminginn af leikmunum. En betra kaup, það er að segja það. Já, sannlega. Ein spektra samt Broflex megin. Ekki eitthvað sem að mögulega var búist að sjá. Það er þá hægt að segja að þær eru væntanlega með fullt utility, það er eiga eitthvað peningar í bankanum. Segi ég bara lík því, ég sé það bara hérna á Killjoyni, að ekki er svo þetta ekki alveg með allan pakkan á sér. Já, en Killjoy utilityið, alltaf jafn dýrt. Alltaf jafn mikilvægt. Við verðum að kíkja á B-ið þetta skipti, 4 á longinu, eða 3 á longinu og 2 í húka síns mér. Komnar með sætið, hvort þau ná. Fá bara virðingu frá Broflex bakka aðeins og sína smá virðingu. Þau ætla að reyna á þetta 5 í retake og hinga til virkana vel. Þau eru búin með 8 killið. Já, svo með Claudiu. Þetta reyna alveg á þetta og þetta virkar þetta mjög vel hér. Það er trade, en eru 3 á 3 núna, 3 á 2 núna, svo að fá 2 hérna. Þetta gerur allt frá virðingu. Báðar að spila inn í túb, hvort þær... Kæja með Snowpool, Kate mjög lág, 2 á 2, Kate með Sod og Bakamura, 1 eftir. Tekur út, 5 HP. Engin tíma eftir, hún fattar það að Kate líka svingar út frá því veit að hún þarf ekki að halda sig lifandi. Bomban er búin að vinna rándi fyrir hana og hún getur sótt sér auka kill, gerir það og heldur sinni byssu. Góð tilraun hjá Broflex, þau heldur sér lifandi þarna og spilu 5 í retake í staðis að vera að láta svona sína menn falla. Þau sýndu bara virðingu og það virkaði. Þær voru með þetta planað, retake við síðan saman.
Já. En dugar ekki til. 3-0 fyrir Klöts og Broflex sendar í spar. Fyrir utan virðist vera 1. Nei. Var Reyfellin tekin tilbaka, Spektran komin inn. Snúbl að mæta 1. Mætir 1. Pikachu með hundinn sem hefur líklega spottað þær 4 á shortinu. Brimstone últið komið í hús fyrir Broflex. Getur spilað mjög sterkan leik fyrir þær. Kæka og Vafli virðast alltaf að kíkja á B-ið. Kíkja í húkar sem svo tekur mótið þeim. Þeir eru Edna með Snowpool. Virðast þær. Það eru komnar inn á B-ið. Það ætla að fara með bombuna yfir á B, en það gæti verið að... Classic Curious með Kæku og Pikachu með Vafli. Úff. Bara að missa allt B-sætið. Þetta er þetta rétt call hérna núna, snúa við Já. af því að það er bara 1 leikmaður hérna, það er Bakamura, þannig að það er betra Hvort callið. að gera þær ráð fyrir ná henni. Ná Já. að stöðja hana niður og hún var Nei. líka með ult. 30 seconds left. Leiðilegt, inni TP og það er bara í rítlik, það er alltaf að reyna þetta. Spike planted. 3 á 3. Líklegast búin á næla sér í byssur. Ekki ómögulegt retake. Svo Alls kláti ekki. hérna upp á kassanum. Vita af Pikachu í TP. Svo að leiðast inn í land. Kate kíkir ekki. One enemy remaining. Kate hikkur svo Cládia með Pikachu og Kate klárar á Classic Curious. Það er bara reynt postplant hjá þeim, Já. Klöts. Og 4-0. Skoðum hérna. Núna samt, þetta var samt ígóránd fyrir Broflex. Jú. Þannig, Nei. alls ekki slæmt ígóránd. Nei, svo sem ekki. Tóku þarna 2 og líka B-holdið var flott hjá þeim. Já. Það neittust til að róta þetta á A-ið og ég held eiginlega það er bara verið smá óhefni hvernig Bakamura fjallna. Hún var með últið og þurfti kannski ekki að svinga einn svona langt í Já, þetta. sammála. Það hefur bara Nú- getað bakkað. Nóg að vera með infóð og jafnvel spila últið hefði hún viljað tryggja allavega einn myndi falla með bombinni, en þá er annað kauprandi hjá þeim og hérna reyna þær að vera aggressívar, virkar ekki, Snowball fellur, Vafla næli sér í kill þarna í Showers og það virðist vera A-site sem að verður fyrir valinu, allavega eru þær djúpt komnar og sé ekki aftur að Reisust kemur. Yes. Cládia tekur Pikachu. Eru bara Já. komnar með aðsætu. Cládia að hugsa nei, bakkar. Fer mögulega aggressív. Tekur sót. Brimstone úti á Bakamura, kemur út. Stoppar plantið. En Classic Curious og Bakamura 2 á 5. Í erfiðri stöðu. Og aðeins niður hérna, það er voðalega lítið sem það geta gert hérna, geta sótt sér 1-2 kill og verið svona að vera aðeins að stríða þeim, en hvort þess neyðist ekki bara til að spara, nú veit ég ekki hvað næsta dagskrá. Allavega Já. er þetta ránd ekki sem það er vinna og ég held að séu að hugsa það sama, allavega Já. Fast and Curious svona nokkurn veginn búin að ákveða það, Bakamura langar kill, við höfum öll verið þarna, maður vill ekki sætta sig við þetta, en stundum er það bara betri valkostur að fara með byssunir yfir næsta ránd og reyna að búa til eitthvað opnun út á því. En sérðu, það eru að reyna að hönda hérna á B-inu, komna djúpt þar, en það er kjósa að halda sér á spón og það kannski bara berga lífið þeirra. Cládia finnur ekki neitt, en 2 byssur yfir, kaupa þær með þessu eða ætli það er, já, það er alltaf að forsa eitthvað á móti þetta. Eru samt mjög óviss kaup hjá Broflex. Sjáum 2 píslur koma inn, en svo forsar Ekki kaupir alveg við þessum. fjárfesting hjá þeim. Skipti. Bakamura gefur svo byssuna sína. Svo sem ekkert raunkugmynd. Nei, hún er með fullt armor á sér og náðan að það kaupa það og halda einhverju pening á sér. Heyrðu, að virða það ætla að púsja út með þessum litlu byssum, en Kæka og Kate refsaðum fyrir það. Það voru líka bara tilbúin nánast, líka við. Já, Hvort að stimpingunni hafi svona gefið það upp. já, heyra í því og bara vita þessu á leiðinni. Sér þetta dregur allt rótið yfir á A-ið og Já, þá fer Cládia af stað, botinn
gefið þeim infóið að þetta sé B, það bara engin annar til að taka móti. Þetta plant ætti að vera frítt, en allar komnar hérna á B-ið. Eiga samt. Sjá. Eiga samt einmitt Killjoy ult. Tæka lág eftir spray gegn smoke. Og það sem Curious klárar hana með greinu. Sér flankið. Já. Þetta er svo hættulegt. Þetta er... Caitlyn Píkis, hvort það er búast við þessu? Ég held að þetta sé eiginlega bara gulltryggingin. Eða hvað býttu, hún gefur upp stöðuna sína síðustu sekundu. En skiptir ekki máli, hún heldur byssinu uppi og bara býst við rýpíkinu. Þær eru, já, allavega einu skref á undan þarna hjá Clutch. Þær eru bara og bíða eftir með bæði skiptin hérna. Þær eru bara einu skref á undan. Það sést svona Broflex þurfa að finna ykkur að lausna þessu. Já, svo sannarlega. Staðan 6-0 fyrir Clutch. Kaup komið inn hjá Broflex. Já, þær eru bara í fínustum málum. Það er ekkert sem heitir spar hjá þeim. Nei. Þeir eru bara búin að byggja upp bankan. Byggja upp bankan og bara hækka stýrivextina og allt það. Já, heyrðu, Snowpool með fyrsta pikki í þessu rándi. Það er alltaf ekki að láta stoppa sig í þessu aggressinu og hérna, ég menna það virka fyrir þær hérna á Cláudia, hún heyrir þetta, en spurning hvort hún nái að halda þér hérna. Snowpool komið framalega á hérna og skýtur henni inn fyrir óheppin þarna Snowpool. Cláudia sækir annað frakk. Cláudia neyðir hana í að píka með satchelinu og stóð með Cláudiu samt. En hún er taka 2 með sér og Viper-ultið kom upp á A og bomban komið þar niður. En áttur 3 og 3, svo samt mjög lág. Þetta er hættulegt, ég veit ekki hvort það spurning hvort það fatti að ef það reyna að nota þetta ult fyrir utan að það er örugglega of seint núna, en þá eru þau með Brimstone ult á Cage sem það getur bara... Já, heyrðu, Bakumura með 2! Vittu! Og þarna fóðu innbúið! Bakumura með 3! Þarna kom það! Það er tími, það er nægu tími. Það er nægu tími. Heyrðu. Hér stoppast ryggina, heyrðu, þetta er líka Snowpool byrjarna með pushið sem að ég sá það ekki fyrir mér að það myndi gerast aftur, myndi sætti sig við það að þær voru að bíða eftir þessu, en það bara, svo er ekki. Clutch, það er, ég meina Cláudia, hún svo sem náði 2 þarna, en það... Já, Cláudia spilaði mjög vel, neyðir Snowpool í að píka sig með satchellinu, en svo kemur bara Bakumura í bak. Það er ekki búist við því úr Clutch, og hún tekur 3 og klárar rándið og tryggir því. Setur bara upp veggarna í bakið, bak að múra. Segir sér sjálf, unintended. Svo sannarlega. Ég verð tekin á teppi fyrir þetta, en... Það kemur ritgerð frá Broflex eftir þennan leik. Þeir eru Bakumura með Cláudiu, en Waffly treytar og tekur út Snowpool. Svo þetta með efnu, 4 og 3, enn og aftur, í postplanti, Pikachu með Waffly. Þetta er bara að líta... Og Reissulti kemur út. Líta allt öðruvísi út hérna hjá Broflex. Það eru mun sterkari heldur að það byrjuð og það er kannski, það er rosalega algengt að menn byrja illa, en þetta lítur þetta svo allt annað lið, bara spara þetta á síðustu 2 rándum. Reissulti kemur, hittir engan hjá Fast and Curious. Þau eru með Brimstone ult. Það þurfa bara að sitja. Heyrðu. Það tekur allavega helmingin, heyrðu, helmingin. Það getur verið nóg. Svo nær Kæju. Þetta gæti. Verður að stikka, verður að covera, Pikachu, það er því ekki! Og það veldur því að þau ná ekki definu. Hjall á flashinu í þessum tíma. Svo sem vissi ekki nákvæmlega hvar hún var, en það var kannski ekki alveg nógu sharp comms þarna að Flassi komur upp á besta tíma og við höfum alveg verið þarna öll. Við höfum alveg lent í þessu. Og verðast Broflex verða farnar aftur í spar. En burt sér frá bombunni, ég meina svo náttúrulega þau voru með Brimstone ultið, þú veist, það er bara of erfitt að countera það, en það er líta miklu betur út í Broflex núna, enn í byrjun.
virðast ætla að pusha út. Þær að bíða eftir þeim. Bara svipur staða og áður, heyrðu. Snowpool tekur Claudiu með Frenzy. En byssan alltaf hann í burtu fyrir þið. Það sækja hana, Waffle treytar. 2 á 4. Pikachu 1 eftir. Á A-inu. En svo býður. Enemy remaining. Waffle tekur Pikachu. Aggressífu pussi. Spike planted. Hún er svolítið 1 eftir á 4 með Spektru og Draum. En með Killjoy-yltið, hefur svona líklegast ekki verið að nota það í þessu rondi. Róast aðeins niður hérna, en það er voðalega lítið sem að Sót geti gert. Hún er alltaf samt að sækja sér frögg hérna, þau eru tilbúið með repeakið hérna. Svo fá þetta fragg þá ætti hún að vera treytuð jafnöðum sem að er það sem gerist. Kate hérna tryggir það að þau fái round númer 8 og þessi leikur er út af þessari hægu byrjun þá er hann eiginlega bara komin langt frá þeim þau þurfa að gera kraftaverk til að ná þessu en þetta er mappickið hjá Clutch þannig að svo sem ekkert óalgengt að liðin vinna sitt mappick þannig að Fraxur er næst og ég veit að Broflex eru góðar í Fraxur allavega eru það nógu confident að þær pikka nánast í öllu leikinu sínum sem Þannig að spurning hvort að nái að draga til 3. map, nú er ég að tala aðeins og langt á undan mér, það geta ennþá náð þessu tilbaka, en... Já, svo sannlega. Þau eru bara 2 round og það geta allt breyst, allt getur gerst. 3-9. Já, kemur þetta Curse. Hjátrúin mikla, Snowpool hérna, hún næri að sjá einhvern en það er ekki að hitta neitt. Smókurinn hjá Waffle eiginlega bara bjargar sínu leikmönnum hana. En þetta gerast þá líka, 5 og 5 retake og í þetta skipti þá náðu að cancela plantið og meira að gera leikmennina hjá þeim lága, segi ég, en nú er þetta bara svo með wallbangið. Það er ótrúlegt að þetta er wallbangið. Þau ætla að vinna þetta mjög lág. Þau ætla 100% að reyna þetta úr. En Killjoy ultið, nei Brimstone ultið, kemur á móti, tekur út Snowpool. Sót með Claudiu, Bakamura og Sót. Kate með Bakamura. Sót með 2. Jett er á longinu, 1 eftir, bomban er niðri. Hún heldur þessu, hún coverar þetta ekki á sér og veit hvað hún er núna, 100%. Spurning hvort það náði killinu, nei, Waffle tryggir þetta. Munaði litlu. Munaði mjög litlu. Svo 3 kills í þessu rondi að minnstakosti, ef ég sá rétt, en hún fekk 1 spammata í byrjunni gegn. Já, það var alveg svakalegt. Er ekki oft sem ég sé þetta virka? Nei, þetta er mjög tæft, en þegar þetta virkar þá bara líður manni eins og maður sé bestur í heimi. Hún er langefst á sínu borði og eiginlega bara nálægt sína andstæðingunum. Já, við sjáum Kate með 13 og svo þar bara svo rétt eftir með 12. Sem Claudia með 11. Vantar alveg fleiri með henni. B virðist vera ekki vesen. B hefur gengið til mjög vel. Allavega þær bakka ef að það er of mikill þrýstingur á móti þeim. En hérna, húsið, það er búið að vera líka gott. Snowpool nær Kæju. Kate tekur út Bakamura. Kate Pikachu í leiðinni. Snowpool virðist ætla. Rótið er komið í gang. Snowpool að pusha út Showers. Mínúta eftir og þetta stefnir í B og Sotir er bara að hlaka til, ég menna með við svona killfjöldar hennar og hvort hún alltaf ekki að hlaupa í gegn ég ætlaði nú að segja það, en 100% sjá hann að spamma, það er búið að virka einu sinni og ég sé ekki af hverju hann ætti ekki að gera það aftur, en... Snowpool komin í bak, hvort Ednan býst við henni. Beint í haus. Verið að halda þeim á öllum áttum. Já, Sot og Fast and Curious, Spectre og Sheriff. Claudia með Fast and Curious. Og hann aftur. Sot 1 á 4. En hún er... tekur út Claudia samt. Það er einu mál. Það er einu með sér. En þetta dugur eiginlega bara ekki til. Það er... Nei. Kaupið er bara... Já, það er bara... Future proof hjá Clutch.
ætla ég að segja. Eða bara geta næstu bara fara með hennar peningi fyrir næsta leik. Þá myndir duga en. Já. Úff, herðu. Geta þetta ekki eitt rátti viðbót, ég meina þau eru allavega með fullt kaup og já, spurning hvort það breyti eitthvað til eða hvort það verður bara sama konseptið, þær eru búin að vera mjög aggressívar. Já, virðist vera, Killjoy setup og virðist samt aðeins botnin og mólurnar ekki komna niður. Og virðast, þær ætla að kíkja aftur á æð, Cláudia með Snowpool, kemur Skye últið inn, Moonbotinn spottar Pikachu. Vipervakkarinn og Brimstone Smokerinn komnir inn. Double controller á þessu mappi. Þetta svo sterkt. Og flassið í gegn. Reynda að spamma á milli. Cláudia vinnur þannig þetta. Bomban er ekki komið niður ennþá. Eitthvað eru þær að efast og vita kannski að baka bóra. Er hann að feika hana út? Já, Sot með Kæku. Komin í bak. Það er ekki nátt. Já, bara fer þá niður henn. Bakamúra með 2. Tekur Cláudiu og Kate. Með 3. Tekur 2 flý. Við veitum hvað síðast er. Hér. Reynir við spammið, þú er ekki til. Og Fast and Curious. Klárar. Ok. Ég meina það ekki. Já, það er ekki að byrja allavega. Það hlýtur að koma eitthvað að brosa þarna í Discordið, Teamspeak, whatever. Hljóta fara brosandi yfir í næsta helminga, minnst að kosta að sækja sér heitt rándi viðbót. 2-10, það, ég er búinn að segja fyrir leiknum, ég sé ekki alveg hvernig þær geta snúið sér við núna, af því að þær eru bara búin að líta mjög vel út á mótum hjá Clutch. Já. Og er einhvern veginn hafa verið svolítið svona einu skrifa undan, en á sama tíma, það sem að mist geggjað hjá Broflex er að þó svo þeim er refsað í pushinu, þá hafa verið að halda áfram að gera það. Á sama stað, út af því að af hverju ættu Clutch að búast við því, og það er bara nákvæmlega sem er búið að gerast einu sinni tvisvar í röð, er að þær náðu að koma í bakið mitt á, hvort það var Waffly eða Cláudia. Cláudia reyndar refsaði því, en Snowpool búin að vera mjög aggressív í því. Já. Þetta fáðu að vera að pusha og það gæti kannski breytt leiknum. Þær fá að vera það sem að gera árásuna. Virðast samt að kíkja á B þar sem 3 taka á móti og Killjoy setup. Grenur frá báðum. Fast and Curious tekinn langt niður. Cláudia bara langar mér að segja galinn að vera svona framalega og hann líka bara það. 10 HP, svo. Já, Pikachu refsar henni. Eftir hún tekur einn með sér. Yfir á A-ið og það er Kate og Waffla enda standandi á A-inu. Waffla er með þess að bara strax farin í flaggið í showers. Bara ætla að loka þær inni. Það er ekkert annað. Ekkert teleport sem að þær heyra hérna, já þær ná að fella hana og bomba fyrir niður, en þær eru aldrei að fara að búast við henni strax í bakinu. Heyra ekki teleport hljóði og ég menna það getur bara verið nót þess að hún fái að minnst okkur eitt fritt flagg. Kæka nær opnum hérna á Pikachu og það er eftirstanda 2 og ég veit ekki, eins og ég segi, ég held að þær búast ekki bara við henni í bakk. Nei, báðar komnar í erfiða stöðu fyrir postplantið sitt. Kæka með Bakamúra og Fast and Curious með 4K til að tryggja pistolrótið og staðan 11-2 fyrir Clutch. Þurftu, ég skil þetta, já þær farið burti frá postplantinu, en þær eru að reyna að finna eitthvað einstakling skilin eftir, reyna að fá eitthvað opnur til þess að gera rándúr. Já, nákvæmlega. Það vera 2-4, það er bara alltaf erfitt. Svo sannlega. Þurfum að reyna að ná að minnka munin. Nú, þetta lítur ekki vel út fyrir Broflex hingað til. Hvort þær forsi núna í þessar stöðu? Hvort þær gefi allt inn eða ekki. Það er kjósa að fara með þetta í overtime, virðist vera. Eða svona spila fyrir overtime allavega. Þær eru með einhverja skambisur á sér. Cláudia hérna bara... Bara komin út og búin að finna sér einn. Hún getur líka verið aggró.
Já, Claudia Ég- er mjög sterk á reysinni þegar hún er á reysinni, sko. Kate með Sword og Fast and Curious. Player standing. Og bara Waffle og Kaja með Bakamura og Pikachu og... Ég sá bara 3 kills. Já, það var bara... Það gerst allt í einu. hratt. Það segast hérna svo að hún er alveg að gera sitt en Já. vantar kannski fleiri með sér í hennar leik. Já, En ég meina, fá að spila sitt map pick næst og eru þá búin að fá allavega upphitun hérna á móti Clutch en þetta map held ég að sé bara hægt að afskrifa. Ég sé ekki hvernig þú styrir þessu við. nei, ég held ég sé alveg samanlegar. Waffle komin út og Kate prófaði að taka pushið sem Broflex hefur verið að gera og er refsað. Vaffla Curious. líka lágarna eftir hennar Já, bardaga. en Sword og Pikachu, nei, Sword fær healið. Bakamura með Claudiu. Ok. Það er mjög lága, herru, Snowball með Waffle. 2 á 5. Pikachu lág, en Það er ekki að tapa þessu rúti. Nei. Þetta er rondi sem að Broflex eru búin að bíða eftir. svo sannlega. Og ég meina alltaf eru hérna það er hjá Clutch að fara að reyna þetta þó svo Heyrðu. að það kannski skil ekki rándinu en bara Fá infoið að það séu í bak. Með Skyflashinu. Remaining. Fast Curious með vita af síðasta. það er eitthvað fyrir Kaja einn, tekur en út Fast Curious. það er Brimstone ult þarna á já, Já, þetta er bara nokkuð örögt held ég rándið. Já. Samt. Heika, að gera þetta dýrara fyrir þær. En það ætti að vera. Hún verður að spila ulti Já. og meita svo þarna heldur bara áfangul og það virkar Bakamura, hún var aldrei að fara að píka aftur út af því að Kaja leti þetta líta svolítið dúbúl en Já. þá Bakamura ákvað að setja á Í- húltinu F svo skildi mér að svo Já. myndi ekki ná frækinu. Í 1v5 tekur 3. Gerur þetta mjög dýrt fyrir Broflex. En En- verður samt eiga einhvern pening á bankanum. Já, þetta er Ná bara kaupsipisa. meiri sé að hætta að argjóða að þetta sé bara betra kaup hérna hjá Clutch út af því að það eru færri leikmenn með fullt armor hjá Broflex. Já, einmitt. Og ég meina ekki nema að rándið byrjar á svipuðum nótum og síðasta þá gæti þetta Herðu, Já. með Waffle. Brimstone ætli kom út. Nei, það er samt ekki. Fast and Curious með Kate, Claudia með Snowpool en Bakamura treytar. 2 á 4. Svo með Viper últið inni. Spike planted. Þeir skildi vilja nýta sér það. Hvar voru þessar Broflex í byrjunleiks? Það er bara mjög góð spurning. Þetta er bara allt annað lið sem er að spila núna. Þetta bara, greinilega er bara attack helmingurinn. Þeirra helmingur. Ég vil meira segja sko Svo ef með það skildi Ná með sót. 1 á 3. Skyflash er nær en ekki. Vita samt af henni hann í horninu. Dikkar ekki, getur ekki setið á þessu engin tími Já. og Bakamura. Virðist það að verið line-ups kom þann inn. Já, frá voru með Bakamura. það líka Bakamura bæði með line-upu og gætt svingað út frá þessu. Bomban, hún var aldrei að fara að vera diffusuð. Nei, menn það er spurning ef það skildi horfa á þennan leik aftur að hvað ætla ég að segja, nú erum við búin að týna því. Spurning hvort að það séu bara þú veist, öll pressa er farin af þeim, hvort að það sé eitthvað sem Já, það er ekki að... að því að bara á síðustu 2 ránd hafa Þeir lítur eru bara allt öðru í sig. Já, þetta er allt annað lið og bara lítur mér vel út og Mitt Og senda þetta- Clutch í spar í fyrsta skipti. já, nákvæmlega ef það fær þetta liði fraksur á mótir þá erum við með leik og það getur Sannarlega. alveg, ég get alveg séð að fara í 3 mapp ef að svo verður Snowpool hérna bara heldur áfram að vera aggro og hún er komin djúpt inn á Reysulti kemur út. Kaika með Pikachu og næstum því Fast and Curious. En Snowpool bjargar. Svo með Ednu. Planted. Núna Waffle. Og Kate að vinna sér klukka.
Bakamura ekki að búast við þeim þarna. Það var líklegast að fara í line-up. En vita nú af báðum. One enemy Nó, remaining. tap bara veldi því að Snowpool Snowpool heldur áfram. 4. Vá. Mögulega klatt, síns mér. Já, mér syndist það líka. Það var allavega í gegnum veggarna, hvort það hefur verið í gegnum hotnið á, hvað á maður að kalla þetta, gluggakarminum, eða hvort það hafa bara verið kollatt. Allavega í gegnum eitthvað. En við sáum það ekki, þannig ég ætla bara að segja að þetta var klatt. Hugsa hljóti að klippa þetta einhvers staðar að vera hægt að sjá þetta. Já, Ekki að þessu streami heldur frá hennar sjónarhorni, það meina ég. það kemur inn klipp frá Pikachu á Való Ísla eftir. Herðu, þá er allavega kaup og ég meina við sjáum núna, eins og ég búið að segja áður, þú veist, Clutch eiga að geta að loka á þetta núna og ættu að kannski sína smá virðingu núna og ég meina, og ef þær gera það þá ættu þær alltaf að geta unnið þetta ránd, en þau bara að gera akkurat öfugt við það og svinga Komið langt út. Enna með 2 og bombu. Kæka miðinni. Kate með Snowpool. Enna með Bakamura. Þetta er búið. Sot, hún er enda búin eina að vera eftir. erfiðust, en þetta er ekki nóg. Dugur ekki til. Eitt klárar. Og staðan 13-5 fyrir Clutch. Ég meina Í fyrsta mati. þær létu þetta líða, hvað maður að segja, ekki eins skaðlegt, þetta... Nei, þær létu finna fyrir sér. Já, Þannig já, í seinni helmingnum. það sést alveg að þær hafa mikið hærra ceiling heldur en það sem maður svona sá í byrjun. Þetta leitur mikið betur út í attack helming eiginlega bara, þú veist, ég held að það sé bara hægt að segja það og það er ekki að þakka fyrir það að það er næsta map-picki sem þær fara í, þær fá að byrja á attack helming. Það er spurning hvort þær nái að byrja á betri nótum. Allavega, eigum við ekki að taka stutta pásu og Jú, ég hindast held svo það. aftur eftir kannski svona 5 mínútur, ég veit það ekki, hann er með tíman eitthvað staðar sem að poppar upp. Jón, take it away, við sjáumst eftir 5. Já, ok, þeir eru í pásu núna.
Og velkomin aftur. Hello. Það er bara map 2, Matt Fracture, Broflex mappi. Matt hjá Broflex akkurat og já, það er verða attacking þar, ég meina hvað bara búast við hjá Broflex núna? Sko, miðað við, ég vil langar að segja að fyrri helmingurinn hafi verið bara hálfgerð upphittun fyrir þær. Núna í bæn. Já, allavega myndi ég nota sá afsökun líka. Já, við sáum einmitt, það var bara allt annar leikur hjá þeim. Leiður að komast yfir í attacking. Málið er bara, þetta var bara farið og langt frá þeim, þannig Já. Og ég vil meina að gæti hafa verið líka, sko, bara létt, ekki léttir, en eins og ég sagði þarna í lokin bara, hvort að sé að pressan er ekki lengur, af því að þetta var bara tap í þeirra huga, mögulega, nú gæti ég verið að bulla, ég veit ekki hvort það reyndu alveg til enda, sko, en það kemur ekkert á óvart, því að, þú veist, ég meina, þetta var svo stórt tap, það voru, hvað var það, 12, hvað var 12-2. Það ekki? 12-2, já. Já, þetta var bara, þær spöruðu strax í, fyrir overtime til að hafa fullt kaup þaðan og náðu sér þarna 4 rándum í röði, menn það er ekkert slæmt, sko, eða 3 rándum í röði, alls ekki, en Já, alls ekki illa spilað hjá Broflex, þetta var bara allt og langt úr böndunum. Já, eiginlega. Þeir eru að ná sér tilbaka. Nú, ef það byrja bara sterkt núna, þá er alveg mögulega að það geta dregið til 3. mapp. 3. mapp hins vegar, þar myndi ég alltaf gefa Clutch sigurinn, sko. Já, svona bara með þetta er sterkara lið á blaði. Ég meina það er mitt. En aftur, allt getur gerst. Hver veit? Allt getur gerst, jú. Þessi deild er alveg búin að koma okkur á óvart hinga til. Brá marga við. Og já, það er bara hárrétt, það getur allt gerst og við sáum líka, það var snowpool, þannig lokin. Þar breytist allt fannst mér. Já, Lega hún fór að taka þetta initiative. Já. Bara, og ég man ekki betur en að hún fekk 4K entry á B-sætið. Já, passar. Og eftir það þá bara snowballaði allt á svona skárri hátt og ég held að það hefur bara verið það sem að vantaði. Já, Sot var langefst hjá þeim lengi, en leið og Snowpool kom inn og það var kannski bara það sem að vantaði. Dúlistinn er að fá flestu killin en ekki controllerinn eða Sentinelin afsækiði og ég bara, ég á við bara all hitt liðið líka. Já. Það vantaði fleiri leikmenn á kortið hjá þeim. Já, þetta var svolítið svo einum móti heiminum til að byrja. En þá er allavega, það er hægt að segja að er engin afsökun hjá Snowpool, þannig að við ættum að geta séð smá breytingu. Nú er einhver leikmaður á eftir að koma inn, er það rétt fyrir mér? Nei, það er allir bara að reyna að skipta stöður. Bara eftir að gera liðaskipti, nei ekki liðaskipti, helmingaskipti segja. Helmingaskipti. Þarna kemur það. All is klár. Nakamura bara eftir að færa sig og Vafla að hoppa inn aftur. Þannig að allt virðist vera að fara í gang. En já, Fracture, ég meina, ok, við erum búin að tala nóg Broflex núna í þessum appi, en Clutch, eru þau, veitum við mikið þær í Fracture? Ekkert brjálæðislega mikið. Ég veit að ég er að búast við að Kate fari aftur á Brimstone. Hef séð hana sem controller main. Mögulega Waffle aftur á Jet, en Claudia getur líka farið Raze. Claudia, sko, já, það er svolítið sem ég er að hugsa fyrst núna. Er hún að fara að tekka Raze út af því að Raze er kannski ekki rosalega algengi í þessum appi? Jet, hægt að segja, hún er rosalega mikið í þessum appi. Allavega kringum B-sæti svona með minni. Já, Chamberlain eru verið að hafa. Sjá, minna Instalock Brimstone og Jet hjá Emmett. Edna hafa verið Chamberlain, Emmett er Sentinelin í liðinu þeirra frá því sem ég séð. Ég hafði hans búin að kynna mér þetta lið. Claudia, já, Emmett á Raze-inni. Snowpool á Reynu, þetta er Emmett það sem ég vildi sjá. Nakamura og svo báðar að skoða Viper, Pikachu á
byrja á Breach, fór yfir á Sky, Gekko pick mögulega? mögulega. Það er þið... Nei, það er hægt í að síðustu sekundu, sýnist mér. Það er Viper og Viper. Eða hvað? Nei, Killjoy? Það er verið að spurja. Það er aðeins ekki, já, Killjoyin fyrir valinu, enda mjög sterk á þessu mappi. Já, eiginlega bara getur nánast tryggt að minnstakosti 1 round, 2 round í helming ef þú, eða jafnvel 3 ef þú ert að skila eins og með killum og SWAT var að gera í fyrsta mappi, þá getur alveg tryggt 3 og svo annað við þetta mapp er að þú ert með Killjoy, þú getur rosalega mikið verið að sækja öll últorpin og bara verið að hlaða á Killjoyina. Já, þetta er einmitt. Það hefur verið mjög algengt hjá attackar sem ég séð, að bara vera að fara á milli og reyna að hlaða inn þessum orbum sem þeir vita þeir ná. Algjörlega, ég meina af hverju ekki, ég meina af því að Killjoy últin nánast getur tryggt E-setið í bara hvert einasta skipti. Já. Spilandi þarna undir og, en já, við erum að fara í leik. Sjáum við mitt, SWAT aftur á Killjoy hinum megin og Fast and Curious líka á Raze. Bara mjög mér er það bara... Já, eina breytingin er Bakamura á Viper í staðan fyrir Brimstone. Broflex megin. Sjáum aftur, Fast and Curious og Raze, SWAT og Killjoy, Snowball og Reyna og Pikachu og Sky. Og mitt mjög svipað hjá Clutch, nema Edna komin yfir á Chamber og Kaiga á Killjoy. Svo. Hef mjög lítið séð Chamber verið spilaðan á þessu mappi eftir hans svaka nörf. Já, ég nefnilega, ég hef verið að sjá svolítið bara nýlega, mér finnst þið svo fólk sem svona, ég var aldrei Chamber main, en svona þekki nokkra og maður sá bara að þeir hendur á brútu gluggan, hann var bara ekki lengur valmöguleiki. Já, heyrðu, Claudia með svakalegt. Fyrsta fragg. Sterk byrjun, bomba bara meður í friði. Bara Pikachu, alveg sama, bara ok, bara right click í smetti frá SWAT. Akkurat þess að þær sem við töluðum Já. Byrja helmingin sterk. Já, Snowball, fyrsta fraggið, Pikachu hleypur bara inn á sætið og plantar bombur á meðan Snowball er að berjast. Bara treystur alveg á hana. Sjáum 3 og 4 í retake. Waffly með Pikachu. Snowball með Kaigu. Ok. Dassi fari einhverju vitt á svo átt. Svo með Waffly. Hún treytar. En hvort að hún... Tíminn ekki að vinna með henni. Vill nú bara helst deyja með bombunni. Reyna að segja sér fragg. Það sést bara vel hver á þetta map-pick. Engilbert kýs að fara í bombuna, fá meiri pening. Já. Alls ekki vitlaust. Sterk byrjun hérna og ég hugsa að Clutch láti þetta eiga sig að kaupa á mótið. Það er bara að fara í allavega eitthvað létt kauparna. Það er svona... Eitt shorty, ein frenzy. Svona. Sjáum við með tullkaup koma inn hjá Broflex. Þetta er einmitt yfir Broflex og halda þessu áfram. Hvernig ég virðast ætla að kíkja með greinuna. Vita af inni. Hofflex svingar með henni, tekur út Fast and Curious. Pikachu bakkar bara. Virðast ætla að sækja byssuna. Bindar báðar, nær samt ekki. Með spækina þá er að berjast við aldurslímiti. Hann fer yfir sig, hann er náðir henni. Það er Kaiga með Snowball. Hún rétt sleppur yfir sig. Rétt kemst yfir. Clutch með byssuna. Bakamura, först inn á site. Herðu, hún er samt að draga alltrótið yfir til sín og það er eiginlega eins og það þurftu. Það eru 4 nefnilega lifandi hjá Clutch og þær vita það. En bara það að hún sé að selja þetta tryggir þeim að bomban, hún fer 100% niður. Já. Og meiri segja geta þær spila tíman eftir það. Spurning hvort þær náu því postplanti. Þeirra mappick en mikið eftir að gera.
Tölunar ekki með þeim, en Tíminn, hins vegar. já, spila 2 í tower. Bakamura með line-up, sýnist mér. 2 sem að koma upp tower, heyra í þeim. Tvær Svo saman með- hérna að halda og þetta er eiginlega bara ótrúlega vel gert hjá þeim. Já, vaflan nætt treytinu en það er annar leikmaður hérna. Herðu, það er enginn búinn að stikka plantið. Núna Þau kæka með Bakamura. hendrunni og þau ná að halda þessu. Retakið, gullfallegt og það er haldast 2 lifandi og fara með byssur og bara, já, og svo vörum yfir í næsta round. 1-1 stendur staðan en það ætti svo sem að koma kaup. Beggja megin núna bara, held ég. Ennþá smá skrappjart eftir hérna í vopnabúrunum hjá báðarliðum, en ég veit ekki, það byrjaði mjög vel hjá þeim og þær voru búin að tapa rándinu þarna, ég held að það sé bara hægt að segja það, þær voru búin að tapa rándinu með aggressinu hjá Clutch, en gerðu það besta úr því versta sem var akkurat plantið, þetta feika Bakamura gulltryggði það. Og hérna strauja allar á diss, það eru 3 leikmenn til að taka móti þeim og þarna er bara verið að reyna að ná bombinu niður. En geta það, Claudia hendir leitinni á besta tíma og sérri, rotatið allt komið yfir og Kæka, hún ætlar ekki að láta plata sig aftur svona þegar hún lætur sína botta halda þessu. En það er double fake og þetta gæti virkað þegar það er. Ætla að re-executa á að hérna virðist vera. Hanga saman, spjalla saman, skoða hvort annað. Flottur nefnlokku, flott byssa, geggjubissa. Geggjubissa. Já, ég á þessa. Ég er með þessa í stórinu mínu, einmitt núna. Og ræðköpana, það er sko... Ég er að pæla því. Líka, það er svo cool við hennar drega eins og ég sá ekki hvor þeirra var með það. En að vera með buddyð á þessu, það er eins og dregi sem er svona lítinn yrðan. Já. Það er the shit, sko. Geit, hérna, hörðu, Það er með judge. Bittu, Samt ok, lá. lítið eftir og þau ættu að geta ná plantinu. Ég held að það sé, nei, Engilbert spreyjar í gegn og það dugar. Plantið það eina sem það vildi fá úr þessu en náður rétt svo ekki að leggja það niður. Kaup samt sem áður. 1 eða 2 meðsvegar, ég maður ekki alveg. Jú, 2. Það var 2. Fengu Þannig. 1 aðila í fyrsta executinu sínu þarna sem að misheppnaðist og svo 1 viðbót þarna þar á eftir. Já. Þannig, gæti verið verra. Gæti verið verra. Nú allavega fullt kaup, það var alltaf að fara að koma hvort sem að það myndi ná plantinu eða ekki, en bara ekki mikill penningur ef að þetta round skildi klúrast hjá þeim líka. Þannig að það verði eiginlega vonast þess að ekki bara vinna roundið, heldur að vinna roundið og eiga byssur eftir. Já. Snowpool. Bara allur skaðið sem Clutch gera núna. Ekki alveg Snowpool að verja sinn leikmann hana, en sem betur fer kíkir vaflan ekki. Grunar samt. Kemur infóið að þær eru hérna hangandi. Já, er samt 3 að leynast yfir. Droppa bombu samt. Heyrðu, Kæka með Snowpool. Heyra líklegast í bombinu droppa á leikmannin. Gefum allt info sem þau þurfa. Málinn er svo vel tímasettur. Hundurinn klerar allt inn á site og það þýðir að þær þurfa ekki að horfa í þá átt. Enna með Bakamura. Erfitt round. Kate og Claudia, mér fannst að Curious og Pikachu. Og Sot, okkar kona, ein eftir. Nær Claudiu en Kate treytar. Og staðan 3-1 fyrir Clutch. Það var ekki bara dýrt, heldur þetta er bara fullt upgrade. Já, Clutch. Já. Taka þarna 3 byssur yfir og eru nú þegar með gott kaup. Skildur að tapa þessu rondi í þokkabót. Peningurinn aftur þeim í hag. Þetta var svipuð byrjun í Bind, þar sem að þær eiginlega bara voru með geggjaðan banka fyrir aftan kaupið, þannig að þær gátu svona nokkurn veginn alltaf, voru aldrei í spari. Já. Voru aldrei inn að hættu. Peninglega séð. Waffly og Claudia strax búnar að sækja sér. Snowpool með Claudiu, Treytuð og Kate kemur síðan í bak, tekur síðustu 2. Bara hárið rétt spila hérna á móti vitandi. Bittu, það er nú reyndar forskaup hérna hjá þeim, svo ég. Eða hvað? Nei, það skildi eftir pening í næsta randi, ok. Já, það hefur bara verið ein spektra síðan sem hjá Sot.
ekki að þær hafi vitað hjá Clutch en hérna, skills og sem pushið að bara ekki að gefa henni tíma til þess að hugsa með lélegra kaup, bara... Nákvæmlega, hafa bara séð, það var slæmi peningur hinum megin, og bara keyra á þær, samloka þær. Betri byssur, væntanlega sigra lélegri byssur, Já. Svona í flestu tilfellum, en hérna halda þær áfram þessu aggressjoni og við erum bara, það er bara öllu stöðum. Það eru bara komnar. Tímasetningin að nei! Fastur Kjúris horfir akkurat undan. Var að fylgjast með þess að Claudia hittir á bestu tímasetningu. Og hérna er infóðu komið, það serðu líka að það Kæka, hún var komið framalega hérna. En hún reyndar bakkar á síðustu sekundu. Heyrðu, Bakamura alveg bara samlokuð inni. Nær Claudiu. Og þarf vel að passa bækið sitt núna. Þarf að passa bækið sitt. Nær einu viðbót áður en hún fellur, ok. 2 og 3. Þetta svolítið erfitt. Ljóta búast við þær keyra á B-ið. Dwaffly strax komin aftur yfir í Arcade. Kæka að fylgja gegnum spán. Skilja Ednu ein eftir. Kæka klárar. Awesome! 5-1. Ég er með mjög mixed tilfinningar þetta nýja bundle. Sko, alveg töff eins og öll önnur, en djöfull er það dýrt. Það var fáránlega dýrt. Alveg bara, sko... Timeout frá Bakamura, frá Broflex. Það er ekki tölvuleikur sem að kosta svona mikið, sko. Nei, ég mitt pikka þetta skinn upp í leikum daginn og ég gat ekki drepið mannsku með því. Þetta er allt og, ég myndi segja að það sé eiginlega allt og mikið, þú veist, þú ert bókstaflega að spila annan tölvuleik í tölvuleik þegar þú heldur á byssuna og inspektorana. En töff, bara kosta sína peninga. Þetta er bara svona got too much money to spend, sko, þegar þú ert með þetta skinn. Já, ég er enda líka einmitt með þannan Phantom í stórinu mínu núna. Ég er bara með öll góðu skinnin. Þennan sem þú ert að horfa núna? Nei, nei ekki þennan. Hann nýja. Já, nýja, já, ok. Já, meina bara í stórinu, já, ég skilði því. Já. Hvað kostar hann bara í stór? Manstu það? Tæplega 3.000, 2.900 og eitthvað. Íslenskar? Nei, Valorant Points. Já, Þannig það er hvað, cirka 4.000 íslenskar. Hái. Það er ekki fræðilegur. Þetta er alltaf dýrt maður. Ég er alveg hættur í skinnunum í dag, þannig að ég kannski get ekki tjáð mig um það. En ég veit að þetta held ég ef það er rétt sem að dýrasta bundle sem hefur komið hingað. Já. Claudia, og rétt svo heldur svo lifandi, en treytu fljótt út, Fastur Kjúris, tekur reysina. Edna með svo blóðbað í Sands. Kate og Flea með sikvara. Pikachu einu eftir á móti 4. 3 samt, Kate mjög lág og Edna og Waffly ekkert eitthvað í svaka góðum málum. Þessi krossar hjá henni lítur út eins og fífill. Já. Ég sé hvað það meinar. Það ekki? Jú. Hvað heitir áttu fífillin þegar hann breytist í draslis og getur blásið? Það veist ekki hvað það tala um? Jú, ég veit hvað það tala um. Akkur mann ekki hvað það heitir? Það var kallað eitthvað annað. Sko, einað sem heitir þetta Nei, maður getur einað með frjókornaofnæmi. Já, sko, þetta heitir fífill, svo þegar þetta verður þetta dæmi sem getur blásið. Þú veist, það er dæmi sem getur blásið heitir frjókorn. Já, en það er blóð með að kalla eitthvað annað. Einhver tjáttur getur reddað með maður. Já, það finnir, heyrðu, Waffly og Claudia halda áfram aggressívar, taka út 2, Snowball og Pikachu. Meðan hinnar kíkja upp í meinið með Kæku í tower, með killstream-setupið sitt. Heyrðu, svo, með Claudiu. Heldur áfram að gera að vera sterk í sínu liði, menna ég. En þetta er ennþá svolítið erfitt. Já, Kate og Edna komnar mjög langt upp að meinið og mæta núna Fastur Kjúris og Bakamura.
remaining. Spike down. Bakamura attackers með spawn. Ednu, en Kate treytar. Núna Sot. 1-3, 1 heiminum. Nær, vá! Ok. Tekur kæku, Döp. vafla mjög lág. En bomba liggur. Og Kate veit Og- það og já, 30 sekúndur. beint á. Þetta er 30 seconds left. Svolítið ómögulegt og hún var alltaf tilbúin að treyta þetta á flann. Já. Staðan 7-1 fyrir Clutch. Og við skoðum kannski. Kate augljóslega á toppnum með við að byssan bara glowing með 9 frögg. Edna og Wafflís þar á eftir með 8. Síðan Sot hinum einn í Broflakes með 7. Þar á eftir Bakamura með 4. Byrjar svolítið, 7-1. herðu. Chambervapp er kominn, tekur Sot, bara sterkasti leikmaðurinn í bili, farinn. Bakamura með hægu, verðast vera í spari, Broflagsmegin. Það er ekki sefna skotinu þarna og Er það er alveg bjargar. Og líka Claudia hún með nær á snowball? sama tíma, ætla ég að segja, nær á sama tíma skaða á Engilbert. Já, Út á hún hittir ekki skotinu. hann er refsað. En þá samt með höfutölu skárri hjá Clutch, já. Já, Þetta betri er- byssur. Það er verið að vera að lesa sætið rétt allavega. Það er svona eins og byttu, sé ekki af hverju ég myndi bakka hjá Kate. Það er kannski bara til að spila retakið og það er Já. þetta svo sem ekki slæm hugmynd að býða eftir sínum mönnum, halda sér lifandi. Já, En- vita einmitt að þær séu með tölur. Komnar, Sjáum einmitt, búnar að Waffle og pússa Claudia hérna koma í disk. bara- Ó, Koma á flegiferð. En Viperúlti kemur niður. 30 seconds left. ok. Kate með Fast and Curious. One enemy remaining. Hvað er í gangi? Það er fá ekki að anda inn á sætinu. Nei. Kate, Clutch bara mættar. þetta var hvað er sagt? Retake bara áður en að það var retake. Áður, já. 8-1. Þetta er farið að líta svolítið út eins og í bænd. Það kom aðna, við sögðum það í byrjun, bara í pistundur, Snowpool og Sot. Strax settu þau svolítið svona, ja, boltinn fór strax rúlandi hjá þeim. En svo var bara ekkert mikið meira út frá því eftir það. Clutch náðu þarna að Heyrðu, Taka- vappin kominn. Já, Clutch næri mitt að taka í rauninni forsrandi hjá Broflakes. Vá. og já, það hefur eiginlega bara verið fallið síðan. Og ja, ok, allt í lagi. Flikk hérna hjá Engelbert. One enemy remaining. Já, Spike down. Hægt og A. rólega Já. þá bara verið að pikka þér út. Bomba Já. núna spottu og þær eru búin að loka það. Fast and Curious hvergi sjáanleg. 1-5. Já, mínúta eftir og það er eiginlega bara valla tími. Gæti sótt sér flaggi hér en svo verðist ekki vera erfið staða fyrir hana. Hér kemur Og Claudia Claudia. mætt Hún heyrir bara þetta. að, já. En það bara skiptir Claudia engu máli. Hún bara, hún ætlar að drepa og hún drepur. Hvað gerur núna ef þú ert hjá Broflex? Þetta er mjög erfitt. Þær virðast, já, eru að kaupa. Í bændmappinu þegar að það er byrjuð að strengja saman rándum á attacker, þá Já. var það, og sömulegis reyndar í defense, bara þegar þau fengur ránd, þá var það út af svaka aggressinu, þær fóru svolítið saman inn. Það var Snowpool sem að fekk fyrsta rándið, 4K í F3. Er það ekki bara það sem vantar? Það farið svolítið svona saman inn, eru ekki, kannski eru þar aðeins mikið að hanga á shift-takkan. Já, þú veist, það er svolítið, já. Þær eru En við búin sjá, að- þær gefa Clutch rosa mikið pláss. Sjáum Algjörlega. við mitt, Waffle og Claudia báður bara komnar út B-mainið. Vita af þeim þarna. Þær eru líka búnar að biðja það bara út allar leikinn og það sést fyrir góðri ástæði hérna og Pikachu er allavega treytinu áður en að hún er últinu
Vafla gerir svaka skaða í gegnum egginn en dugar ekki til. Hún heldur sér lifandi á bara, 10 hestöflum á það. Já. Greiði Pikachu. Bakamura, spennt yfir Chimp-trippi lá niðri, en keipnærinni, en Snowball með Kaigu í reynúltinu. Svo hann að gera svakalega hluti á bæinn þannig. Eru bara einu skrefi á undan hérna hjá Clutch. Það er bara búið að vera 30 seconds. þannig nánast út af það leikinn. Já, Nema hvað þá, þetta eina pistoránd þar sem að þær fóru allar saman já, á A-sætið og það dugaði til að þær fengur ránd en eftir það þá er þetta bara ekki búið að vera nóg hjá þeim og svo Pikachu með 11 hestöfl, 1 á móti 3. Já, og ákveður að spara byssuna síns mér. svo sem Alls ekki ránt að fara inn í síðasta rándið. Rúlluðu alveg peningin sinn núna til þess að eiga möguleika. Spurning hvort við sjáum sama pattern og síðast nema núna svissa er yfir í Defenders og eftir en spurning hvort að við sjáum sama pattern þar sem að það er í rauninni út af því eða svona að það var giskið, það væri kannski engin pressa lengur á þeim hvort að það sé eitthvað sem að vantar og ef svo er að þá er það eitthvað sem að það ættu að íhuga í næsta svona leiðu spjalli er að því að það leit út að vera faktor hjá þeim í bænd en við getum bara spektitað og spekulitað allavega kemur Reis ult þetta hjá Fast and Curious og hún finnur Nær ekki henda því. hefur alltaf að skjóta hérna Með Bakamura. Herre nú mig kemur sér aftur upp á diss kannski þægilegast á það en bomban hún ætti Pikachu að fara fer bara í plantið. Þú veit. Nær efnu en Cloudia treytar. bomban ekki fara niður Svo er dauð. Nei, Bittu herðu. Og ótrúlegt hún nær Cloudia hana með sér. allt og mikið í gangi bomban er först inn á samt sem áður Sæt. og þær vita hvar Fast and Curious var síðast Já. Snowpool ég meina hún er fyrsta kontakti hérna og þær eru bara komna svo langt í þetta Já. og hún bara er ekkert að búast við þessu Fast and Curious núna ein eftir og það ættu alveg að geta gíska hvað þá þegar það eru búnar núna að klera Já. Og Kaiga klárar. Og staðan 11-1. erum við leikur hjá þeim og þá svissast þetta og núna yfir Já. Defenders og Sjáum við mitt Kate með 16-4. Já, Edna 12-2. Og síðan er mitt SWAT Profusmegin. Hún og Bakamura. Þannig að 8 og hvort þetta sé? Ég sé þetta smá pixla. já, smá pixla á okkur hérna Já. Sýnist þetta að vera 5. já, þetta er 5 Þetta er 5. Nú styrjum bara eitthvað að blinda Já. Ég last minute uppsetning hérna hjá okkur og Já, ég nota glerugu samt, þannig ég má það. ég nota ekki gleru og ég sé ekki neitt sko. Enda Bakamura komin langt inn. Mjög lág. Fær hýlið frá Pikachu. Heyrðu, þetta setur þá, nei. Þar kemur Ritter á liðið hjá Pikachu og bjarga henni. Hvernig hún kemur sér í burtu þarna veit ég ekki. En þær vita nú að B-sætið er alveg opið en allar er að koma í bak. Við erum að hlaupa yfir á A. Smart líka að skjóta þarna. Nei, reyndar skipti ekki máli Killjoy dauð hjá þeim. Já, skipta leið þær vita líka að þær eru allar að koma frá B. Þetta fer bara í allar áttir, nú snýrst það við aftur yfir á A. Bomba fyrir niður, Broflex samt með yfirtölu, en Bakamura, það lá. Edna með Snowpool, Pikachu með Kaigu, Waffly með Bakamura og Pikachu og Edna með svaka skot á Fast and Curious. Þetta var rondar sem það átti eiginlega að vinna. Þetta er rond sem það þurfti að vinna til að eiga sjens í leikinn.
Það er allavega ekkert annað í stöðun en að forsa allalega niður og þar sjáum við 2 spektrur, 3 spektrur og Scout og Stinger, lítið armor á alla og þetta... Sjáum en Claudia með Phantom, 3 Bulldog og 1 Spectra. Clutch megin. Svo litið sterkt kaup. Það er sterkara kaup, arguably. En við sjáum hvað Fast and Curious getur gert með þessu Stinger. Þetta er svaka byssa. Nú klátt ég hérna framálega og það er bara að vera að halda Búst við píkinu og það fellur allt B-holdið þar sem að keyra þarna til bara. Bara komnar inn, komnar með allt B-sætið. Virðist samt Edna virðist vera að kíkja eitthvað í Arcade. Claudia með Pikachu 3 á 5 í retake með verðbyssur. 2 á 5. Þetta er nánast bara búið. Snowpool með Waffly en 20 hestöfl. Mjög lítið sem hægt að gera þessari stöðu. Jepp, það er líka búið að setja upp Killjoy setup hérna og það er bara hún einn eftir og þær vita hvað hún virðist vera og búið að setja niður alla vörn. Og tíminn ekki að vinna með henni. Nei, þetta er bara búið. Það er bara það að skrifa það núna. Tekur allavega einn með sér en það verður ekkert meira úr því. Og Kaika með triple kill. Klára 13-1. 2-0 fyrir Clutch. Hver hefði haldið að Bind var eiginlega bara betra map fyrir þær hjá Broflex? Svona í lokin ef maður horfir á heildarskórlænið. Fóru það 35 en það vantaði mikið þarna og ég held að sé bara nánast þetta að segja að sko já, SWOT og Snowpool voru efstar hérna og svona virðist hafa verið meiri slagur með öllum leikmönnum en þær voru bara ekki nógu háar á skorbortinu. Já. Eins og, impacti vantaði bara. Það kom þetta smá í byrjun en svo var bara eiginlega ekkert meira úr því. En það hjarta í báðar áttir hérna frá liðsmönnum og allir sáttir. Ég meina, þetta var ekki elimination leikur, þetta var bara upp á seed, þannig að við sjáum bæði liðin áfram næstu helgi, er það rétt hjá mér? Næsta miðvikudag? Næsta miðvikudag, ég gæti verið að rugla, en við erum næst að fara í playoffs og ég ætla bara að drífa með hérna upp og svona til að ég sé ekki að ruggla ykkur hérna heima. Já, ættu ekki að skoða aðeins hérna og Wednesday, mæ 31. Það er bara hárrétt sér og eftir akkurat viku. Já, það er opni flokkurinn samt núna á sunnudaginn í playoffs. Fáum líklegast að sjá hvað það er þá Jötunum móti Breiðablik klukkan 5 á sunnudaginn og þar á eftir Dusty móti Demon klukkan 8. Þetta verður spicy. Það verða spennandi leikir. Ég næði því miður ekki að vera með en ég næði að horfa á þann leik. En svo er grand final eftir það. Þetta er bara upp á liðin sem að komast í úrslit og svo ég er ekki viss, ég held að verði ekki spilað upp á 3. og 4. Ég held að það sé bara út frá hérna Round Defense. Já, það verður ekki streymað. Nú, það verður ekki streymað. Ekki 3. og 4, það er bara... Já, nei, ég meina það, já. Það verður ekki streymt 3. og 4. Það er allt í lagi. Já, og svo eru bara úrslitin þá næsta laugardag, eða 3. júní. Yes, og þar, ég meina, at this point, ég meina, sko, og það verður bæði, þá, sko, taka það fram. Það er bæði kvennaflokkurinn sem að verður úrslitin þar og einnig opni flokkurinn. Já. Og þetta verður þá í rauninni, og ég meina, eins og þá getum við búist við að Krafla og Jötun verða í úrslitunum, eins og og við erum búin að sjá hvað Jötun geta gert mikinn skaða, en ég myndi ekki útiloka Clutch heldur, því að við sáum þær á bara 120% í núna síðustu 2 möppum. Þannig að hvað sem getur gerst þar, en ég myndi klárlega ekki missa þessu og hvað þá semifinals, við sjáum að það verður þá næsta miðvikudag. En sunnudagur er næsta útsending hjá okkur, ég þakka fyrir mig og þakka þér fyrir að vera hérna með mér, Marey. Já, bara takk hella fyrir mig. Og við ætlum sjáumst það bara á sunnudaginn. Gerum það, ætlum ekki að draga þetta lengur. Köllum þetta gott í kvöld og sjáumst á sunnudaginn.